í stöðu hælisleitenda og annarkvæmt uppfyllar þau skilyrði eða ekki og Útlendingastofnun hefur lög til að fara eftir og vinna bara eftir þeim. Já, jú. En það er hins vegar sko jafn óskiljanlegt Einar, ég vil bara segja það að farþegar borð í flugvél sem að fara til Stokkólms að þeir þurfi að þola það að allt í einu stökk upp 2 stúlkur og vilji sko fá fólk helst út úr vélinni með sig. Já. Þetta er náttúrulega þvílík, þetta er náttúrulega bara gróft brot og þá bara loka þær inni. Já, nei, ég sko... Ég er bara fyrirgeðu. Já, þetta fyrirgeðu, segi ég nú líka. Sko, þarna eru sendir á þessar 2 stúlkur, fílættir kallmenn með hrottaskap, þeir handjárna stúlkurnar og herða í játnin svoleiðis að önnur stúlkan er sem sagt, hún blóðgast í átökunum. Heldur að hún hafi, Einar fyrirgefðu, heldur að hún hafi ekki veitt neina mótspyrnu? Sko, hérna... Heldur að hún hafi látið handjárna sig og taka sig bara svona á stað með bros og vör? Heldur að hún hafi ekki veitt mótspyrnu? Sko, þetta er unga konur. Alveg sama. Já. Og ég vil meina það að sko, þessi kallmenn, þeir eiga ekki koma svona fram við fólk, alveg sama. Þeir eiga semst ekki að handtaka konur sem að brjóta af sér. Sko, það niðurstaðan? Það er allilega að setja fólk í handjárn, en ekki að herða handjárninu þannig að þau geti slasað fólk. En Einar, hver segir það að þeir hafi... Og þessar stúlkur fengur og lýsingin á því, hún er sko alveg fyrir neðan allar hellur og þvílíkur fjöldi af lögreglumönnum sem kom þarna að. Sko, ég meina að þessi menn eru bara ekki starfið sínu vakni. Einar, má ég spyrja einu? Já. Það er ráðist til uppþota. Ég sjálfur lent í þessu að vera tekin á mínu eigin heimili af lögreglumönnum og farið með mig í steinin og meðferðin sem ég fekk að ég mátti þakka fyrir að drápa mig ekki. Ég var sparkað svolítið í magan á mér þannig að ég fekk stórt mar á magan. Já, en Einar... Og ég átti náttúrulega á þeim tíma að kæra þessa dröllusokkar. Þetta voru bara dröllusokkar. En Einar, sjáðu þetta tiltekna mál. Það rísa upp borð í flugvél í faratæki og hérna það veit enginn hvað fyrir þeim vakir. Þær gátu þess að vera með byssur á sig, sjáðu til, eða sprengjur eða hvað það var. Þær gátu verið með hvað sem var. Það er báðu bara samstöð. Já, það gerði það gott betur. Þú heyrir væntanlega af vídeónu sem var tekið af þessu. Já. Og þarna er náttúrulega verið að hrella farþega borð og það er auðvitað flugstjórinn sem er þá sýslumaður borð og tekur ákvörðun og er í fullu rétti til þess. Auðvitað er svona fólk fjarlægt, alveg samkvæmt að það eru konur ekki. Og heldur þú Einar, í fyrsta lagi, þá byrði ég að nefna með dæmi þessum einhvern og veistum einhvern sem er handtekinn á þess að veita mótspyrnu. Nefndu mér bara einn sem hefur ekki veitt mótspyrnu undir svipuðum kringumstæðum. Sko, þú eru aðtúa að þetta er mjög alvarlegt sem þær gera. Þetta er mjög alvarlegt. Og auðvita eru þær teknar og handjárnar og allt það. Ég er ekki að segja að þurfi endilega að herða eitthvað meira handjárnin, en hver er til frásagnar er það ekki það sjálfar? Eitt skulum við aðtúa líka að það er alvitað að fólk skaða sig líka sjálft við slíka kringumstæður. Það skaða sig líka sjálft og þó að sé ykkur áverkavottor og vandamáli við áverkavottor er vegna hvaðan kemur áverkin og hvernig er hann tilkominn. Veist að fólk klórar, bítur, rækir, sparkar. Þú skal alveg gera grein fyrir hvernig aðkoman er þegar svona er. En því mér er þú kannski með slæma reynslu en þetta var afleitt að sjá þessa framgöngu þessara ungu kvenna í gær. Hún er ekki til fyrirmyndar. Ég myndi loka þær inni Einar. Já, ég segi nú bara, mér finnst bara sko, þessi frávísun með mannin úr landi, sko,
ámælisverð, ég var að segja það eins verð, það er mín skoðun á því máli og hérna sko á meðan að ráðherra er hrakinn og störfum fyrir annan brottrækan mann sem var svo sýknar á öllum ákærum og fekk skaðabætur og allt hvað hitt í getur og gott ef hann ekki kom nættu til landsins, ég veit það ekki. Jú, það er margt í þessu, en það er bara verið að reyna að halda uppi allsherjarreglu í þessu. Það er með ólíkindum hvernig staðið að þessum málum, alveg bara með ólíkindum. Já, ég held að Útlendingastofnun hafi bara verið í fullum rétti til að gera það sem hún gerði. Að þeir þurfa að kunna líka kurteisi. Þeir kunna það. Kom ekki fram alltaf með hrottaskap. Ég veit ekki var ég þarna, en hittranmáli ég bendi bara ákveðna staðreyndir, fólk skaða sig líka sjálft. Það gerir það nefnilega. Á sama hátt að það rýfur vegabréfin sín. Já, hver veit það? Vegna þess að þeim var skert, samkvæmt lýsingunum var skellt í gólfið Skellt í gólfið, heldur þú að þær hafi verið einhverja fermingastúlkur þarna? Manneski sem standa upp og gera þetta í heilli utanlandsþotu. Heldur þú að þetta hafi verið einhverja fermingastúlkur? Einar minn, ég er ekki að segja þessi fermingastúlkur. Já, nei, það eru bara forhertar að leyfa sér að gera þetta. Það eru bara bullandi forhertar. Já. Við skulum bara átt okkur á því. En við erum ekki sammála og allt í fína lagi, Einar. Ekki, allt í lagi skal. Já, hafa það gott fyrir þinn. Já, sömuleiðis fyrir mín. Já, blessaður. Já, bless. Já, Pétur Gulluðsson mættu til leiks hér á Útvarpi Sögu. Góðan daginn. Voruð að tala um fermingastelpur? Nei, ég greip svona til orða í raun og veru. Einfallega við vorum að tala um þessar tvær konur sem að voru með uppþótt í uppþóttunni í gær. Jú, það liggur fyrir hvað það heita og allt hvað. En ég segi það er bara tvær forhertar mannesku sem gera svona. Hræða farþega, valda öllum þessum ótta og í raun og veru þær eru að raska samgöngu. Já, en það er verið að setja það fram núna, hann var að segja það Einar að það var að tefja flugflotunar. Já, miklu meir en það, en að skapa allan ótta hjá saklausu fólki. En var að segja það Einar hins vegar að lögreglan hefði beitt svo miklu harðræði við handtök á þeim. Á þeim? Á þeim. Var ekki aðallega á þessum flottamanni sem hælisleitanda? Nei, það nú snýst þetta orðið það að þær séu með áverka. Lögreglan getur bara ekkert gert? Nei, ég meina sko menn verða náttúrulega aðeins átt að segja á því eins og ég segi að þegar verið að handtaka fólk dettur einhverjum í hug og við þessar aðstæður að þær hef ekki veitt neina mótspyrnu. Konur þegar þær eru teknar jafnvel svona þá býta þær, klóra, hrækja, sparka og öskra. Eins og kettir? Nei, ég sagði það ekki. En það er allur pakkinn. Og ég veit ekki hvort að það er til á vídeo. En læra menn það í lögreglunni að taka sérstaklega á ofbeldi kvenna eða köttunum? Já, ég vil nú ekki orða þetta svona og vil nú ekki segja neitt um það, en hitt er hann að mála það getur miklu erfiðara að handtaka konur heldur kalla. Já. Það skal það hafa í huga. Já, og nú verið að sýna einhverja myndir af einhverju rispu á handlegg og það er mitt, þegar við svona aðstæð þá fer fólk og fær áverkavottor. Fer upp á slysadeild og fær áverkavottor. Og hvernig á læknir sem er að fara að gefa út vottor, hvernig á hann að segja að þessi áverki hlaust af við þetta? Hann getur ekki fullyrt það, vegna þess að fólk skaða sig líka sjálft. Einmitt við svona aðstæður. Slær höfðinu utan í og fær glóðarau og allavega. En akkur var hann Einar að halda því fram að lögreglan hefði gengið og hart frá? Já, hann hafði séð það á Facebook áverkatrúlega og honum fannst það bara á þeim upplýsingum sem hann hafði fengið að þetta hefði verið harkalegt að þetta væru stúlkur. Og þar er ég bara gjörsamlega á sammálunum að þarna skiptir engu máli hvort það er kallega kona. Konur vilja jafnrétti og þá er það jafnrétti í einu og öllu. En er komið í ljós hvernig það er komist inn í vélarnar? Vélina? Já, þær keyptu sér, já, þær kom inn á farselum.
þannig að það er töluvert í þetta lagt, það er lagt út í kostnað. Þetta er skipulag? Já, þetta er skipulag. Það fyrir ekki milli mála, vegna þess að það er lagt í það að kaupa farsela og þannig að það er fjármagn þarna á bakvið. En þeir sögðu í fréttum að það væri samtökin No Borders. Já. Hefði ekki verið eðlilegt að tala við þá? Er þetta samtök sem eru í felum eða koma ekki fram opinberlega? Ég veit það ekki. Er þetta útlendingar sem hafa sett á laggirnar þessi? Nei, þetta voru íslenskar stúlkur. Já. Það eru en það er bara, það er allavega komin svona minnskusti eitthvað peningastreymi þarna á baku bara til að halda áróðurinnum gangandi. Soros sendi þeim Allir Soros sendi ekki tjekka, það gæti verið að Kalli væri komin í það líka. Akkur sendir hann ekki út að sögu? Nei, hann vil ekki hafa okkur. Nei, þetta er alveg út til okkar. Nei, það má nú gera grín á öllu í sjálfur sér, en þetta er ekkert grínmál og bara mjög alvarlegt að svona og þá taka ofsalega hart á þessu, alveg svakalega hart á þessu strax. Vegna þess að konurnar eru svo hættulegar. Nei, bara þetta er fordæmisgefandi ef þetta verður næsti leikur að þeir menn virðast geta náð sér í peninga til að kaupa farsela og vita að þeir eru ekki að fara því þeir eru handteknir en spurningin er líka hvenar einhver slæðist borð og vélni komin í loftið og þá verður risið upp og það eins og flugstjórinn benti á strax þarna í gær, hann bara neita að færa loftifinu og ganga svo úr skuggum það hvort að hugsanlega gætu verið einhverju fleiri í þessum hugleggingum. Það tekið mjög alvarlega á flugdólgum. Það á bara að taka svo alvarlega á þessum flugdólgum að halva væri nóg. Það á algjörlega að gera negla. Það var nú einn íslendingur heimsfrægur flugdólgur, manst eftir honum? Já. Hann var tekinn hérna í flugvél. Já, heyrðu, hann var teipaður. Já, hann var teipaður, já. Manst ekki eftir þessu. Hann kom í fréttum út allan heim. Jú, nú er náttúrulega eru flugfélögin auðvitað að ráða lögreglumenn í vinnu og lögreglumenn eru borð þannig að dólgarnir vita kannski ekkert það að það sé lögreglumaður borð en það er náttúrulega það eru viðbrögð flugfélagana við þessu og því allt snýst þetta öryggi og það er það sem þetta fólk ætlar ekki að hafa í huga. En er ekki hægt að setja þetta fólk þegar búið að ná til þess á bannlista hjá þessum flugfélögum? Að sjálfsögðu. Já, er það gert? Ég veit það ekki, en það á bara algjörlega að gera það. Já. Það er bara, og fyrir utan að það á bara að taka mjög alvarlega á þessu. Þetta er svona svolítið nýtt í flugsögu Íslendinga og líka sömulegis varðandi mótmæli og uppþot og annað í landinu og þá taka mjög hart á akkurat þessu. Þetta varða flugöryggi. Fjöldamanna sem ekki taði til saka unnið. Þannig að þetta bara byggir á bara frekjugangi og þá taka á því. Það er ná lög yfir frekju. Já. Nú það eru frekjulögin. Dólgar og frekjur. Já, það eru frekjulögin. Heyrðu Sveimir, en þú ætlar að taka við hér í símatíma. Ég er búin að vera að tala þáttinn á Stöð 2 í gær. Þeir voru að byrja svona formlega þessa kappræður í sjónvarpi og voru að byrja á Stöð 2 í gær og voru 4 fólk er svona almennt hefði vilja sjá fleiri og sjá alla en það er spurning hvað að gera hvort þeir hafa aðra verða bara 4 svona sem að munu já þeir eru náttúrulega að fara eftir þessum 4 efstum. Já, þeir bjuggu til þessar reglur sjálfur hérna í Stöð 2 og svo framkvæmdu skoðanakönnuna sjálfur 2,5% sögður. Já, og þetta heitir Ein með öllu. Skoðanakannanir og fjölmiðlar ákveða þetta. Það er í byrjun, Artrúð, það er í byrjun. Ef menn er ekki komnir svolítið framalega í byrjun í skoðanakönnun eða í fjölmiðlum, þá er erfitt að komast út úr því fari. Já, annars, Pétur, ég held að þessi leikregluna séu nokkuð skýrar. Það er byrjaði á því og allar í svona framboð. Fyndu peninga, fyndu peningabúntinn sem verða á bakviði og síðan færðu þeir almannatengil og auglýsingastofu og helst 2 frekar en 3 og færðu á þar og þau markasetja þig og hafa bara síðan færðu bara fólk sem er skipla að skrifa vel þig og hælir þér allstaðar og kemst inn í alla fjölmiðla með einhverjum leiðum inn á neti markvist og þú ert æðislegur eftir viku skiluru bara með einhver borga fyrir velvaxin og svona og snild, bara tómsnild. Þannig að þetta er ekki máli, það heitir að vera alveg gullkálfurinn
og þannig að aðferðin er til staðar, uppskriftin. Já, gott að vita. En allavega segi ég nú það að Ríkisútvarpið hefur þær skyldur að hafa kappræður í sjónvarpssal. Þeir vilja kalla þetta umræðu en ekki kapp. Já, leifa bara öllum að fara. Þeir hafa skyldu við borgum fyrir það með nefnskattinum. Svo að fólk fá nú eitthvað fyrir sín snúð. En við erum eftir að sjá til hvað við getum gert til Útvarpið Sögu. Við reynum okkar besta. Þannig að forsetaþátturinn hjá RÚV myndi heita nefnskatturinn. Já, nefnskatturinn í fullri framkvæmd. Glæsilegt. Pétur Gulluðsson, velkomin til leiks. Taktu við hér í símatíma, við fáum auglýsingar. Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur en við heyrust í síðdegisútvarpinu í dag. Minn ykkur líka á Guðmund Óla klukkan 1 og síðan er það Magnús Magnússon á sínum stað klukkan 3. Síðdegisútvarpið og flæðiskeri síðdegis. Hafið það gott þar til næst. Útvarp Saga, besti vinur þinn. Ertu búin að skipta tímareimina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drifið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drifið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, faxa fyrir 12. Sími 588 24 55. 588 24 55. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og Fíður, Laugavegi 86. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleiðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk, sími 770 1756. 770 1756. Þorskur er á tilboði hjá okkur þessa vikuna. Marineraðar þorsksteikur og ferskir þorskbitar og þorskflök, roðlaus og beinlaus. Sígin grásleppa frá Drangsnesi og harðfiskurinn frá Stykkishólmi, þessi sjúklega góði er alltaf til hjá okkur. Minni ykkur líka á fiskibollutilboðið 2 fyrir 1. Sumarkveðja, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. 2 pítsur og gos á 989 krónur alla föstudaga. Kostur Dalvegi. Rúnar Þór og Klettar á Katalínu helgina. Fjörið er alltaf á Katalínu. Styður þú Útvarp Sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrktarreikningur Útvarp Sögu er í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga og útvarpsaga.is. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugsssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.